svona einhvern veginn, ég er ekki einu sinni með þrífót undir myndavélina. Hún bara verður að vera hérna ofan á þakinu á bílnum. Örsnöggt aðeins að stökkva inn, nokkra að segja ykkur frá svolítið stórskringilu sem ég lendi á þann og sýna ykkur myndir. Ég var að keyra til Reykjavíkur, norður Reykjanesbrautina, þegar ég sé svona Reykjarsúlu í útjaðri höfuðborgarsvæðisins og ákveða því ég hafði svolítið tíma að rúlla þarna upp yfir og sjá hvað þetta væri. Sá svolítið sem að ég bjóst aldrei við að ég myndi eða þyrfti að sjá á Íslandi. Það má ekki líta að náttúrunni, þetta merki global warming. Ég var á leiðinni í bæinn hérna rétt áðan í mesta sakleysi mínu, keyrandi suður Reykjanesbrautina, norður Reykjanesbrautina. Sé svona smá reykjarmökk í ferska, ákveða að keyra hringinn inn í Heiðmörk og hvað sé ég? Jú, heljarnar skógareldur í skógræktinni hérna í austurhluta Heiðmörkur. Já, það er stórskrítið einhvern veginn til þess að hugsa, þetta er ekki eitthvað sem við eigum að venjast þetta á Íslandi, skógareldar. Auðvitað svo sannarlega vonar maður að enginn hafi meiðst í þessu eða að það hafi orðið nein svona eignaspjöll. En það eitt og sér að horfa á skóglendi, svona skógræktarsvæði á Íslandi brenna er eiginlega nógu hræðilegt því að ekki eigum við ógnótt á gróðurlendi og að horfa á alla þessa skógræktarvinnu bara fuðra upp, verða eldinum að bráð er hræðilegt. Ég var nú líklega fyrstur á svæðinu með dróna því að ég hitti hérna fyrir myndatökumann frá RÚV sem að bað að fá að nýta efnið frá mér sem var bara sjálfsagt og auðsótt og það birtist einmitt í kvöldfréttatímanum hjá Ríkisútvarpinu. En já, ég vildi svo sem bara rétt aðeins skjóta hérna örstuttu vídeóbloggi til þess að geta deilt þessu myndum með ykkur. Mér skilst það sé ennþá verið að vinna í slökkvistarfi núna nokkrum klukkutímum seinna. En ég vona svo sannlega að þið ráðið niðurlögum þess eða þetta bara slökkni að sjálfu sér sem allra fyrst því að við mögum ekki við því að missa Heiðmörkina undir eld. Við sjáumst næst.